Orðið sagnritun eða sagnaritun er orð sem notað ritun allra íslenskra fornsagna og þegar við tölum fornsögurnar þá það þau rit sem byrjað var að skrifa á 12. og 13. öld og þær fornsögur allar án til þess hvers eðlis þær eru. Þetta getur verið sagnfræði og getur síðan líka einnig verið skáldskapur. Byrjum á því að ræða aðeins ritlistina. Það var algengt í Evrópu að menn væru að skrifa og algengast var að þeir skrifuðu á latínu. En árið 1000 þá kemur kristni til Íslands og með kristninni þá kemur líka þetta svokallaða latneska stafróf. Menn hættu að skrapa niður rúnir í við og stein og menn fara að skrifa upp þetta sem við kallum latneskt stafróf, ABCD. Og hér hafa menn ekki aðgang að neinum pappír, þannig að menn urðu að fara að skrifa á kálfskinn. Og það sem menn byrja á því að skrifa, það skiptir náttúrulega miklu máli í nýju landi þar sem menn voru með alþingi, að það skiptir máli að hafa lögin á hreinu, að menn þyrfti ekki bara að muna utanbókar öll lögin. Svo skiptir líka miklu máli ættfræði, því ættfræði hún skiptir máli varðandi erfðamál og líka varðandi landaskiptingu og síðan þurfti að skrifa náttúrulega líka þessa nýju trú sem var tekin upp árið 1000. Og eitt af frægustu ritunum Íslendingabók Ara Fróða. Ari Fróði Þorkelsson, hann var uppi á 12. öld og hann skrifar einmitt landnámsmennina og hann skrifar setningu alþingis og svo skrifar hann svona hvernig einmitt landinu skipt í fjórðunga. En það eitt rit sem er sérstaklega mikilvægt að muna eftir og það rit sem gengur undir heitinu fyrsta málfræði ritgerðin. Og fyrsta málfræði ritgerðin þetta fyrsta rit sem við kannski þekkjum til í heiminum þar sem að menn að reyna að búa til stafróf fyrir þjóð sína. Þarna komið inn stafróf en sá sem skrifar ritgerðin áttar sig á því það vantar mjög mikið af stöfum til þess að tákna hljóð í íslensku. Það ekki vita hver þessi málfræðingur en hans markmið að koma inn stafrófi fyrir íslensku. Hann gerir svona ýmsar tillögur að stöfum til að koma inn og hann nefnir að þetta sé til þess að hægara, til þess að einfaldara verða að rita og lesa það sem nú tíðkast í þessu landi, bæði lög og áttvísu og þýðingar helgar. Og einnig þau spaklegu fræðir Ari Þorkelsson hefur á bækur sett á skynsamlegu viti. Hérna nefnir fyrsti málfræðingurinn Ara Fróða. Kvæðin Völubá og Háfamál, þau eru í flokki þeirra kvæða sem kallast eddukvæði og ein merkasta bókin sem til í fornritasafni Íslendinga Konungsbók eddukvæða eða Codex Regius. Og þarna eru skrifuð niður kvæði sem menn höfðu flutt og geymt í munnlegri geymd, þar að segja það hefur aldrei áður skrifuð niður og þetta kemur að því að menn fara að skrifa niður þessi kvæði og í Konungsbók eddukvæða þá var það annars vegar þessi Völuspá og Háfamál fyrir hlutanum og síðan í seinni hlutanum þá eru sögur af hetjum og þessi bók við erum svo heppin að hún var geymd í Danmörku frá árinu 1662 þegar Brynjólfur biskup
sendi bókina til Danakonungs og síðan gerðu Íslendingar beiðni eða kröfu það að fá bókina aftur tilbaka og hún kom aftur til Íslands árið 1972. Snorri Sturluson, hann notaði þessi fornu eddukvæði sem voru áður til að vera í munnlegri geymd. Hann notaði þau til þess að búa til sögur af norrænu guðunum og þessar sögur þekkja margir úr Snorra Eddu, þar sem eru ýmsar sögur af guðunum og til dæmis sagt frá Fenrisúlfi og Loka og Óðni. En Snorri Sturluson, hann öðlaðist mikla frægð meðal norrænna konunga og það var fyrir það að hann hóf að skrifa sögur konunga og jarla alveg frá fyrstu tíð, eins og menn mundu, og fram á 13. öld. Og af því að Snorri var duglegur að skrifa sögu norskra konunga, að þá héldu norskir konungar mjög mikið upp á hann og hömtu hana mikið og menn hampað síðan Snorri í Noregi alveg fram á þennan dag og árið 1947 þegar að var komin 700 ártíð Snorra, að þá gáfu Norðmenn Íslendingum styttu sem í Reykholti í Borgarfirði, þar sem Snorri bjó og þessi stytta, hún stendur þar, hún eftir norska listamanni Gustaf Víglund og þeir sem hafa farið til Oslo, þeir kannast kannski Víglundsparken, þar sem margar styttur eftir þennan fræga myndhöggvara. En við vitum mikið Snorra og það af því að Sturla Þórðarson, sem var bróðursonur Snorra, hann skrifaði sjálfur Sturlungu og þetta eru svona samtíðarsögur sem kallaðar eru og samtíðarsögur fjalla þennan tíma Snorra Sturlusonar og einnig þann tíma þess þegar þetta mikla stríð á milli ætta og höfðingja var á Íslandi. Á sagnritunartímanum þá fara Íslendingar að skrifa sögur af merkilegum mönnum sem við köllum Íslendingasögur, svo Grettis saga, Egils saga Skallagrímssonar og Njála. En einnig eru líka skrifaðir Íslendingaþættir og Íslendingaþættir að þeir eru miklu styttri en Íslendingasögurnar. Í kennslubókinni þar einn Íslendingaþáttur sem heitir Auðunarþáttur vestfirska og í þessum þáttum að þá ákveðið mynstur sem að kallað ferðamynstur. Ferðan setja þeir á þennan hátt að í byrjun þáttarins að þá kynning á persónunni, síðan fer persónan utan, fer til útlanda og svo kemur upp einhvers konar ágreiningur eða vandræði eða óvissa og sem að viðkomandi þarf að fara í gegnum og síðan í lokum þá kemur einhvers konar sætt, uppreisn æru eða einhvers konar viðurkenning og svo í lok sögunar þá heimferð og síðan sögulok. Og þetta dæmigert fyrir söguna sem í kennslubókinu sem Auðunarþáttur vestfirska og það gott að hafa í huga þetta mynstur þegar maður les söguna. En ég nefndi þarna áðan að heimildir Snorra, þær voru ritaðar af bróður sinni hans, Sturla Þórðarsyni, og hann ritaði Sturlungu og þar sagt frá samtíðar atburðum, atburðum sem að gerast í samtíð höfundar á 12. og 13. öld og það sem ólíkt við frásögnir og Sturlungu að þar eru hetjudáðir ekki eins miklar eins og í Íslendingasögunum þar sem menn höggva mann bara í tvennt með einu sverðshöggi.
að þarna í Sturlungu þar lýst nákvæmlega hvernig menn að berjast og svona og dráp og bardagar eru svona ekki með eins hetjulegu ívafi eins og í Íslendingasögunum. Til dæmis sagt frá því þegar sverðin bara bogna og menn þurfa að gera hlé á bardaga til þess að beygja og laga sverðin sín. En þetta eru sögur samtímaatburði og voru settar saman í eina bók af Þórði Narfarssyni lögmanni. En þetta fjallar mikið borgarastríð sem var á Íslandi milli þeirra ætta sem vildu hafa öld hér á landi og sérstaklega þarna sagt frá því þegar að Snorri drepinn í Reykholti og síðustu orð Snorra Sturlusonar: eigi skal höggva þurfa allir að þekkja. Og það tískustraumar sem í bókmenntum á þessum tíma sem verða á Íslandi alveg eins og í Evrópu. Og það fyrir að berast frá Evrópu snemma á 13. öld svokallaður tilfinningaskáldskapur. Skáldskapur sem fjallar siði og venjur í öðrum löndum, fjallar heim sem fjarlægur Íslendingum, fjallar riddara og kastala og hetjur og síðan fjallar það ástir og samband konu og manns. Og einnig þessum sögum þar þarf að kljást við risa, dverga og galdramann inn í dimmum skógum. Þannig með þessum sögum þá kom inn líka mörg ný orð inn í íslensku eins og til dæmis orðið riddari og kurteisi, courteous. En stíll sagnanna, hann öðruvísi heldur en í Íslendingasögunum. Hann orðmargur og það miklar ýkjur og skrautlegar tilfinningar, skrautlegar lýsingar á tilfinningum og til þess að lífga upp textana þá stundum notast við rím eða stuðla. Íslenskir menn sem kunna setja saman kvæði voru vinsælir hjá erlendum konungum og höfðingjum því að þessi skáld þeir gátu sett saman lofgjörð konunginn, gátu sett saman dróttkvæði og dróttþýðir, þannig að þeir settu saman hirðkvæði þar sem að konungurinn eða höfðinginn var lofaður að fjalla hann og hvað hann væri frábær og æðislegur. Og eftir að kristnin kemur til Íslands þá fara menn að yrkja helgikvæði, kvæðum helga menn og konur og þetta náttúrulega aðallega Jesú Kristur og María mey. Og þessi ljóð í byrjun ekkert ólík lofinu sem var norsku konungana. Þannig í staðinn fyrir að lofa konunga þá verið að lofa og hrósa og tala vel Krist og Maríu mey. En þessi kvæði, það dróttkvæði héldu áfram vissum skilningi, þannig í staðinn fyrir að fjalla konunga þá var verið að tala kristileg málefni. Og elstu helgikvæðin eru frá 11. öld og þetta eru tilbeiðslu eða lofkvæði. Og eins og nefnt var áðan að þá var ort undir dróttkvæðum hætti og jafnvel voru menn að nota heiðnar kenningar, voru menn að vísa í forna guði eða hluti sem tengdust heiðninni í þessum kristilegu kvæðum. En eins og áður þá var helsti munurinn í viðfangsefninu, það ekki lengur konungar sem ortur heldur konungur konungana Jesú Kristur. Eitt frægasta helgikvæði eða lofkvæði í kristinni trú kvæðið Lilja. Og þetta var svo frægt, þetta þótti öðrum skáldum svo flott og þeim þótti þetta svo og vel ort að það var sagt að
Öll skáld vildu Lilju kveðið hafa. Það voru öll skáld sem óskuðu þess að þeir hefðu getað ort svona flott kvæði. Og þetta ort undir hrínhendum hætti sem svolítið öðruvísi en dróttkvæðaháttur. Og þessi hrínhendi háttur, hann var svo vinsæll eftir að Lilja var ort að menn fóru að kalla hrínhendarhátt Liljulag. En það Eysteinn Ásgrímsson sem að setti saman kvæðið og þetta hluta til persónulegt ákall höfundarins til Maríu Meyjar. Lilja er heilmikið kvæði, þetta 100 erinda drápa og í lokin þá lýsir höfundur aðeins skáldskaparstefnu sinni og hann segir þarna í lokin: Sá óðinn skal vandann velja, velur svo mörg í kvæði að selja, hulinn fornyrði að trautt má telja, ég þenn svo skilning dvelja, vel því að hér má skýr orð skilja, skilji þjóðir minn ljósan vilja, tal óbreytilegt veitt af vilja, vil ég að kvæðið heiti Lilja.